þegar þú ert að innlega eftirlitslausan kapitalisma þá ertu að hleypa the genie out of the bottle því að þú hvernig ætlar síðan að hafa stjórn á þessu skrímsli það orðið svona stórt. Það ekki hatur gegn múslimum að benda á augljósar breytur í þessum efnum sem eru það sem að gera þetta að sögu. Hægrimenn eru mjög hrifnir af EES og þeir eru mjög hrifnir af að flytja inn erlent verkafólk til að halda launin niðri en svo einhvern veginn þegar það gerist þá fara þær að kenna því fólki stöðuna þegar eru þeir sem eru að flytja fólki inn. Trausti Breiðfjörð Magnússon, hvað segirðu gott? Ég er bara hress. Það ekki? Hress og góður. Þú ert fyrir ekki þá sem þekkja, þá ertu sósíalisti fyrir borgina áður. Já. Sósíalisti ennþá, gerir ég ráð fyrir. Já. Já, þú vilt ekkert koma yfir. Yfir á hægrið. Mér finnst það mjög ólíklegt. Ætlar að reyna? Ég veit ekki sko, ef að segja að þú reynir að fá mig yfir og ég reyna að fá þig yfir. Jú. Er það ekki svona það sem við erum almennt að reyna? Við getum prófað það. Hérna, hvernig fannst þér kosningarna að fara? Hvernig líst þér á þetta? Blendna tilfinningar þessi stjórnarsáttmáli mér var samt alveg gaman að sjá bara stjórnarsáttmála sem svona stuttorðaður, hnitmiðaður og maður sér alveg skýrt hvað það sem ætla að koma í gegn en fyrir sósíalista var þetta ekki góður. Já, það er náttúrulega verið að tala ýmsa hluti þarna sem á að gera þú manstu hvernig síðasti stjórnarsáttmáli var hjá það var rosalega mikið fróða. Já, sko, ég er alveg sammálaður en ég er samt ekkert viss hvað þau ætla að gera út af því að þetta er rosalega almennt tal. Ná niður vöxtum. Negla niður vextina og koma til móts við þetta. Og ég hugsa alltaf með mig bara, já, ok, en er rosalega lítið af svona praktískum atriðum. Og þau búin að segja að ætla að koma til móts við svona ýmsu sjónarmið og ýmsu hópa en á sama tíma ekki hækka vexti, hvorki á fyrirtæki né almenning. Það er svona upp með talið nánast. Þau ætla að selja banka, það kom fram ekki. Þau ætla að selja Íslandsbanka, það kom mér á óvart af því að það var ekki eins og í stjórnarsáttmálinu. Hvað finnst þér að selja banka? Mér líst ekki vel á það. Af hverju ekki? Af því að við eigum að eiga banka. Þetta er bara, við erum að fá hverju ári fleiri milljarðar en í ríkissjóð, af hverju ættu að missa það í staðinn fyrir einhver eina einskiptisgreiðslu. Þá vorum við að missa pening. En við eigum banka? Við eigum Landsbankana þá, já. Það heldur að verði svona breið sátt það að halda honum í ríkisegn eftir nokkur ár. Já, það er bara spurning, en ég meina aftur á móti þá er það kannski óeðlilegt að við séum með tvö fyrirtæki sem eiga að vera samkeppnismarkaði í 60% hlut og 100% hlut ríkisins. Ég er reyndar alveg sammálaður í hugmynd að Landsbankinn eigi bara að vera svona samfélagsbanki. Þú veist, hann eigi að vera svona sína ábyrgð, ekki að vera í þessu sama módel og aðrir bankar eru með, halda vöxtunum kannski lagam, þú veist, koma til móts við heimilin. Þetta er gert í Þýskalandi, þeir eru með ég held að þetta er Spar eða Sparkassi eða eitthvað svoleiðis. Af hverju ekki skoða þá, minn Ragnar Þór var reyndar að tala það, þannig að það er spurning hvort þau gera eitthvað í því, en ég veit ekki alveg með viðreist, sko. Heldur að svona sósíalista hugmyndafræðin muni koma til með svona skín í gegn, þegar þetta eru tveir vinstriflokkar, svona hluta til allavega, Flokkur fólksins er svona, já, svona hægri sumstæðar og... Já, svona færst svolítið til vinstri, svona efnaskala, kannski með tilkomu Ragnars Þórs og eftir að Kobba og Tomma var sparkað út. Náttúrulega fjölga strandveiðum, ég líst mjög vel á það. Þannig er það eftir að koma í ljós hvernig það verður útvært, hvort það verður bara sami kvóti en fleiri dagar eða hvað, sko. Þannig að þetta eftir að koma í ljós. Ég er svolítið áhyggjur af landbúnaði líka. Viðreisn hefur mjög mikið talað að markaðsvæða það kerfi allt saman og líka náttúrulega áhyggjur af því að Ísland gangi í Evrópusambandi. Ég er á þeirri skoðun. Mér finnst ekki Íslandi að gangi í Evrópusambandi einmitt út af því að það er rosalega mikil markaðshugsun þegar kemur að landbúnaði og svo er náttúrulega spurningi sjávarútveginn, hvernig það allt saman verður. Talar það fyrir áætlunarbúskap í landbúnaði? Ég tala algjörlega fyrir því að bændur geti lifað sómasamlegu lífi á sínum afurðum. Mér finnst það bara algjörlega mjög gott mála að við séum með svona landbúnaðarkerfi sem við erum í dag, þar sem að bændur eru í tengslum við það kerfi sem þeir eru með, að þeir sjálfur séu að sjá sitt sauðfé og allt það. Mér finnst líka að það megi útvika það kerfi nánar, af hverju falli ekki garðyrkjubændur til dæmis undir sama fyrirkomulag. Mér finnst þeir að horfa svolítið þröngt á þetta, sé alltaf sauðféð sem á að vera undir einum hatti. Af hverju eru ekki með fleiri afurðir undir slíkum hatti? En mér finnst gott hjá Jóhanni Páli að hann er að tala að almenningu verið settur í forgang þegar kemur að raforku. Þannig að eitthvað gott, en á sama tíma þá er hann hlynntur í að erlend stórfyrirtæki sé að koma inn og reisa vindmylluver sem að mér líst ekki vel á.
En þau eru að fara að hækka auka orkunotkun eða auka orku 25% Já, kjörtímabilinu, það var mjög gott. það var að fara að virkja meira. Haft sterkt atvinnulíf, engaðalar sjáum orkun okkar Það var að fara að virkja meir klálega. sko, en áður en við förum örugglega yfir öll þessi atriði. En klárum aðeins kosningarnar. Af hverju var ekki eftirspurn eftir sósíalistum? Ég var náttúrulega að fylgjast með þessu svolítið utanfrá. Maður sá skoðanakannir og þetta leit frekar vel út. Það var meðbyr, en svo að loka metrunum þá ég veit ekki hvað gerist. Það bara eins og allir vindur að fara úr seglum. Það hjálpar ekki að það voru 2 aðrir flokkar sem eru kannski með svolítið svipar áherslur sem að fengu heldur ekki mennin, hann dreifði svolítið. Svo líka líklegt að þeirra flokkur mælist í kringum 5% rétt fyrir kosningar að fólk þori einfallega ekki að kjósa viðkomandi flokka ótta við að hvað glatist og fara þá yfir á samfylkinguna. Voru ekki komin upp í 6%? Jú, og svo vorum við að mælast með 10% í Reykjavík norður stærri en sjálfstæðisflokkurinn á tímabili könnunum og Austurlandi og allt það sko. En svo þegar tölurnar komu þetta var bara svipað við síðustu kosningum. Þá voru kannanir líka góðar og svo rétt fyrir voru að mælast í kringum 5%, svo bara hreinur allt. 5% tröskuldin náttúrulega blóður fyrir flokkar sem að reyna að koma sér inn á þing, en það ekkert við því að gera. Það verður bara að breyta kannski vinnulagi fyrir næstu kosningar. Það þarf að leggja meira áherslu á að rækta tengslin á landsbyggðina klálega. Það þarf að virkja grasrótina. Ég sé klálega fyrir mér að það sé hægt að gera mikið meira til þess að rækta þessi tengsli fólk út á landi, að því að kannski áherslan búin að vera ómikið á Reykjavík. Þannig að ég held að það sé klálega tækifæri þar. En ekki samt sko, því að þegar maður fer út á land og spjalla við fólk út á landi, það engin eitthvað svona, sósíalismi svarið við, því að þau eru svo miklu nánari tengslum við verðmætasköpun. Þau vilja fá meira hluta þess sem að þau vinna að, vilja fá þær tekjur sem að þeir eru að skapa. Ekki bara svolítið vandamálið að bergmálshellinum í Bolholtinu séu þið að fleita hugmyndum sem að kannski einhvern endilega eftirspurnar eftir meðal almennings? Það gæti verið, og til þess að við vitum það þá þurfum við að fara hann út og ræða við fólk og vita hvað það að hugsa. Við þurfum að hitta félagar sem eru skráður í flokkinu út á landi, af því að þeir eru skráður út all land. Það náttúrulega klárlega grundvöld til þess að við vitum eitthvað hvað við erum að tala að við séum búin að rækta þessi tengsl, og það klárlega vantar. Það ekki spurning, og en það ýmis sjónarmið. Sumir tala að breyta orðræðinni, aðrir tala að við þurfum að tala ennþá sósíalískara. Við þurfum að tala kannski meiri orðræði sem var áður hjá sósíalistum og kommunistum á 20. stöld. Það ýmis sjónarmið þarna, en það náttúrulega bara mikilvægt að þá við hlustum á fólk og það sé tekin einhver afstaða byggt á því hvað meirihluti fólks vil gera. Ekki að það sé einhverjir hugmyndafræðingar innan flokksins sem sé að móta stefnuna. Mér finnst það mjög mikilvægt, en það þarf þá fólkin í flokkin sem gott í því að hlusta á raddir þeirra sem að vilja koma sósíalískum áherslum áleiðis, og ég alveg viss það líka ef við förum að hittum fólk og útskýrum hvað sósíalistar standa fyrir, þá fólk sammála okkur í mjög mörgum grundvallar atriðum. Bara nefnum oft heilbrigðiskerfið, meirihluti landsmanna vill að það sé rekið af hinu opinbera. Þannig að fullt af svona stefnum, en það náttúrulega við skrattan etja þegar að síðustu áratugir og náttúrulega kaldastríðsárin fór í það að djöfla eða alla sósíalista, og þetta orð rosalega svona skeri að það fyrir marga, sem ekkert annað en félagshyggja á ensku, sko, sósíalismi. En ég veit það ekki, þú veist, kannski skiptir máli að það ásýndi sé öðruvísi, kannski skiptir máli að innihaldi sé þannig að við séum að tala meira við fólk út all land og rækta tengslin og hlusta betur. Já, ég nefnilega að vera að velta þessu fyrir mér, sko, því að það svakaleg hægri sveifla í heiminum. Ég hún rosalega spenntur fyrir þessu, sko. Hún allir með síðastunni Kanada, Pierre Poilievre núna að fara að ná að svo virðist gríðarlegum árangri með áherslum það að fólk eigi að vera sinn eigingæfu smiður, getur ekkert vorkennt fólki til velmegunar. Það ekki verið að fara að koma til móts við alla hópa, heldur að fara að búa til ákveðið eldmóðskvetjandi jákvætt umhverfi þar sem að þú ert ekki bundinn við þann veruleika að þú berir einhvern veginn ábyrgð á öllum og allir einhvern veginn að vera jafnir undir þeim formerkjum að við getum bara traðka fólk niður í lægsta samnefnara.
og ég held að þetta sé svakalega jákvæmt. Ég orðinn ótrúlega spenntur fyrir þessu og þetta að gerast í síauknum mæli, meira þess að sko sjálfstæðisflokkurinn ekki mann átt að segja þessu, þeir eru ennþá í einhverju að taka þátt í svona umræðum sem að snúa einmitt að því einhvern veginn að við sko að helsta forsenda fyrir jákvæða samfélagi sé bara ef við vorkenniði nógu mikið og tölum nægilega mikið það hvað allir hafa ömurlegt að þá einhvern veginn mun að leiða til betra samfélags. Ég held einmitt að sko að til þess að koma til móts við þá sem minna mega sín og svona jaðarhópa sem þurfa virkilega á hjálp að halda að þá þurfum við einmitt að vera í verðmætasköpun sem helst bundin við það að það ekki hægt að vera með 20% af ákveðnum sviðum opinbersum vinnumarkaðar í einhverju kulnun og einhverju kjaftaði sko. Og ég veit alveg að þú tekur undir þetta. Já, en af hverju heldur að kulnun sé aukast? Heldur að þetta sé... Og við erum alltaf að tala það út af því að við erum alltaf að segja við fólk einhvern veginn að það sé svo erfitt að lifa lífinu og við erum með 6 tíma á dag í símanum, alltaf að tuða yfir því einhvern veginn, sko í símanum, eitthvað, ég er svo alveg miður. En hverjir eru það sem að gera verkum að fólk alltaf í símanum? Það er náttúrulega bara einhverjir, sko, það er náttúrulega bara þessi stórfyrirtæki í Bandaríkjunum sem eru með taugasálfræðinga til þess að hanna símana til þess að við séum bókstaflega föstu allan tíman, þannig að þetta er rauninni kapitalistarnir sem að sko búa til vandamálið og síðan á ríkið að koma og niðurgreiða vandamálið með því að greiða og halda fólk og kannski fólk fyrir örorku og mist það rosalega mikið vera það sem við erum að sjá líka að ríkið að grípa eins og sér í Amazon-verksmiðjum í Bandaríkjunum og það fólk að fá mataraðstoð frá ríkinu því að Amazon ekki að borga nóg að hálf laun. Þannig að það líka ákveðið vandamál að það er þessi ójöfnuður sem að aukast og þessi svona brútal einhvern veginn sín á það að það eina sem skiptir máli sé að auka hagnað en ekki að sína einhver ábyrgð en eins og ég bendi á þarna þá er náttúrulega, já, símar er klárlega vandamál ég prófaði að hætta að nota snjallsíma núna í vetur og já, ég fann mun sko. Já, er það ekki mjög snjallsíma núna? Jú, núna, ég var í skurðaðgerð eða ekkert betra að gera heldur en á ekki símana núna en svona fyrir það í 2-3 mánuði þá prófaði ég bara með takkasíma og það var svona jákvæðara líf sko. Já, ég reyna að hafa það sem reglu að þegar ég er heima og setja síman ofalega upp í hillu og ég er svo lágvaxinn að það er svona smá effort að komast upp í hillu sko. Nei, ég nefnilega held að þetta verði helst bundið við það að við sýnum smá sjálfsábyrgð sko. Ég nenni ekki að hlusta á eitthvað tuði við því að við séum eitthvað með taugasálfræðinga samt erum við sko, ég er alveg til í þá umræði með börn þegar við erum að tala um börn sem er að fá snjallsíma þú veist, fyrir 10 ára aldur út af því að foreldrar nenni ekki alveg upp börnin og kvarta svo yfir því að fá ekki, þú veist, amfetamín fyrir það út af því að það er svo mikið ADHD. Þetta er náttúrulega bara einhver svona klikkuð veröld sem við erum að skapa. Hver er náttúrulega lyfjafyrirtækin hann? Já, þetta er allt hægri menn sem Þetta er rosa mikið kapitalistarnir sem eru bara að íta þessu undir og svo kvartiði. Sko, ég er alveg sammálaður því að Svo er líka einmitt En hugsa samt, en hver er svona sjálfsábyrgðin í þessu? Hver er sjálfsábyrgðin til dæmis í því að geta sagt við sjálfan Það er aldrei verið að íta undir sjálfsábyrgð í samfélaginu Það er alltaf verið að segja við getum bara keypt hluti og þá leysum við vandamálin, kapitalistarnir aftur kaupið bara til að losa ykkur við vandamálin Mér finnst bara að það er alltaf verið að fá ykkur til að túna út bara með vörum og dóteri, þú veist, endalaust En ok, ef það er framboð eftirspurn ég ætla ekki að fara að banna fólki að búa eitthvað til Nei, en Af hverju farið þið sósíalistar alltaf í það að banna fólki að gera eitthvað? Ég hef aldrei talað að banna hluti En þú ert að segja eitthvað, við erum að fara Við erum bara að vera meðvituð þetta Já, en þú segir skilur, kapitalistin er að halda okkur niður undir þeim formerkjum að þeir sé að búa til vörur eða lyf sem að er einhvern veginn að fara niður Þetta er allan að auka, þetta er svona aukaverkurinn Já, ég er alveg sammálað því Og þú veist, hvað maður að gera í því, það er stór spurning Ekki að banna það Ég held að við myndum ekki að banna Ég meina, við getum alveg banna það að selja börnum heróín eða eitthvað skilur svona algjörlega ruglað En aftur á móti þá held ég að þurfa að vera smá sjálfsábyrgð til dæmis þegar það kemur að símanótkun. Ég held að það sé ekki til dæmis lausn við hjá millistjórnandi hjá Reykjavíkurborg sem er búin að fara kulnun hérna 1-2 á ári síðastliðin áratug að hann eða hún sé einhvern veginn að fara að leysa það vandamál með því að fara úr vinnunni. Ég held einmitt að það að mæta í vinnuna og þurfa að bera ákveðna ábyrgð á sínu lífi sé helsta forsendan fyrir því að við getum breytt í betri vegar. Það fyrir kannski eftir vinnu líka bara. Kannski er það vinnan sjálf sem er vandamál. Kannski er þetta ónauðsynlega störf eins og Davíð B. kallar þetta. Já, það geti alveg verið. Það er mikið ónauðsynlegum störfum hjá Reykjavíkurborg eftir að þú ert búin að vera að vinna þarna. Já, ég held það. Svolítið kannski efra laginu sko. Ég man eftir allir umræðin í kringum snjómoksturinn. Það er náttúrulega bara útvist á því rosalega mikið til einkaaðila
Við vorum að tala að þetta færi bara aftur inn til borgarinnar og borgin myndi bara ráða sinna einn starfsmenn og þá bara verkstjóri sem segir, hei, farið út að moka, en í staðinn þá þetta núna einhverju verktakar og það eru eftirlitsmenn með því sem eru sín í sambandi við einhvern annan kerfistjóra og þetta eitthvað svona hringavillis og svo kannski mokar einkaaðilinn ekki og maður fer kannski bendur á þetta til borgarinnar og þeir segja, nei, við erum ekki með þetta, einkaaðilinn með þetta eru svona flækja sem enginn áttar sig á og við vorum að tala að því að hægri menn elska að tala um svona einfalda regluverkið og einfalda stjórnkerfi að þetta sé þá bara allt beint hjá borginni, það er gott dæmi og bara meira að sé vera að ráða kannski meira fólki á gólfinu frekar heldur en fólki sem hefur yfir sínuna sko, þetta er svolítið svo myndin hefur ekki séð myndina svona framkvæmdir á Vesturlundu, þá er kannski einn maður með skófluna, svo er mannauðsstjórinn að fylgjast með, svo er lögfræðingurinn að fylgjast með, þú veist, allt svona teimið í kringum sko að skrá og þú veist, í staðin fyrir að séu kannski 10 menn með skóflur, mér stað svolítið vera vandamálið. Líka það vera að byrja á röngum enda með rosalega margt, þau vilja að sé svona fín borgarlínuborg og svo fín miðbara sem getur fyrir á kaffihús og svona en fólk er ekkert rosalega til í það, kannski það hefur ekki efnað að borga leiguna sko. Það er verið að byggja borgina svolítið á sandi myndi ég að segja sko. Svona fínar hugmyndir sem er ekki að fara að virka í praxis af því að fólk er ekkert kannski, mér líður eins og fólk sé svolítið aftengt. Já, ég er alveg sammála, sko, borgarlínan er orðin hugtak fyrir mér eins og bara svona þegar fólk segir feðraveldið. Það er svona, það þýðir ekki neitt, sko. Hvað viljum við? Við viljum betra samfélag, við viljum betri samgöngur, við viljum betra þetta. Ég líka, sko, en hvað er borgarlínan? Það er svona gott strætókerfi þar sem þú kemst auðveldlega á milli bæjarhluta og kannski eitthvað til viðbótar og ég er alltaf, já, en þú veist, núna erum við með kerfi svo erum við borgarlínuna hvað er ekki bara eitthvað svona huglægur ásýndarmunur hver er praktískur munur að þú kemst, það er auðveldur og það er meira aðgengi, svo erum við að hækka sko, verði í strætó, ég var nú að djóka með það, ég var að segja að þeir voru að hækka verði í strætó og ég sagði, guð minn góður, hvað verður eiginlega verði þegar borgarlínan er komin? Já, og svo er verið að hækka bílastæði líka á sama tíma sko. Það er verið að sekta þegar ég var allan að þá voru nemendur að koma til mér sem byggi í Grafarholti á stúdentagörnum og þá var borgin byrjað að sekta þá fyrir að leggja í stæði og maður hugsar, það er ekkert strætóskiljanna nálægt, þau þurftu að labba einhverja fleiri 100 metra til að komast í strætó, það er verið að sekta, það vantaði bílastæðin að fólk var að leggja upp í kanti það er aldrei neins svona hvatar til þess að nota almenningssamgöngur, það er meira verið að nota vöndin til þess að segja fólk að þú sért hræðileg manneskja að nota bíl og þótt að halda þig heima eða svifryk, en samt erum við ekki með góðar almenningssamgöngur. Þau segja, jú, býttu bara, borgarlínan er að koma eftir 10-15 ár og fólk á bara, hjóla eða eitthvað þangað til, skilur, úr Grafarholti niður í miðbæ. Í 10 stiga frosti og snjó. Já, og svo koma menn sem búa niður í bæ eins og Hjálmar og þú veist, bara með, þú veist, klemmuna fyrir nefinu þeir séu alþýðu fólk, sko, eru bara, hvað ósmekklegt að þú sért að keyra á bílinn og menga fyrir mér, sko. Þú veist, mér líður eins og, þú veist, já, ég veit það ekki, kratarnir allavega niður í bæ, sko, þeir eru bara verstu, sko, já, ég bara, þeir eru verstir, þeir eru svo refinir eins og Malcolm X sagði, sko. Já, þú veist, hægrimennin, þeir eru úlfurinn, þú veist alveg hvað þú hefur þá, sko. En kratarnir, þeir eru svona refurinn, þeir eru með ásýnd þess að þeir séu viniðinir, en svo þegar þú kannski svona sérð hvað er að gera, þá eru þeir ekkert meiri liði, sko. Verður þá meiri virðingu fyrir Sjálfstæðisflokknum heldur en allir með sér samfélkingunni? Að mörgu leita því ég veit hvað ég hefði á, sko. Bara algjörlega, ég veit hvað ég hefði á og það er auðveldar að glíma með andstæðing sem þú veist hvað þú hefur. Já, ég er svolítið sammálaður, sko, með útlendingurinn sem að keyrir Toyota Corolla 98 er að skutla börnunum sínum í leikskólan og það er svona, af hverju labbaður ekki? Já, einmitt. Eins og ég. Já. Og svona fer með á hreinorkubíl Já, einmitt. Sem er skipt út á 4 ára fresti. Einmitt. Til þess að vera Mér finnst það svo mikil aftenging, svo er bara eitthvað strætó, svo er líka bara komið ógeðslega illa fram með fólk sem tekur strætó, það er ekki klósettnir í Mjódd síðast ég vissi, sko. Og þetta er aðal skiptistöðin. Og samt er alltaf, þú veist, að segja við erum, þú veist, við Reykjavík berum meiri, þú veist, við leggjum meiri áherslu á almenningssamgöngur heldur en Kópavogur, sko. Og svo er maður alltaf, þú veist, ég er búin að kynna mig hvernig þetta strætó BS-kerfi virkar, þetta er samsett öllum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, en Reykjavík er með meirihluta ræði, sko, og þau hafa oft haft tækifæri til að koma sínum áherslum áleiðis, en kjósa alltaf bara með því sem hinir gera, en svo geta alltaf sagt, nei, það eru hinir sem vilja ekki koma okkar áherslum áleiðis. Og þægilegt á að hægrimennina, sko, því þau geta alltaf kennt þeim um. Þetta er bókstaflega strætó BS. Bullshit, sko.
en tölum aðeins meira almenningssamgöngur. Ég veit alltaf að fólki finnst það rosalega þurr umræða, en hún samt svona, og þetta með mjög margt sem að við kemur svona því sem við tölum ótrúlega ofta pælingur svona ákveðnum aðilum inn í stjórnmálunum og eitthvað þannig. Pælum minna í hlutum sem hafa bara svona beinar afleiðingar á okkar líf. Já, bara svona daglegt líf. Já, eins og ég sko tala mjög mikið fyrir því að við fáum betri almenningssamgöngur svo að fólk getur drulla sér á vegi mínum. Þegar ég keyri á mínum ekki hreinorkubíl á milli. Þetta alveg gott fyrir alla. Þetta gott fyrir alla. En með þessar almenningssamgöngur sko, getur þú til dæmis, ef ég spyrir bara núna, hvað er borgarlínan? Sko, ég tala við fólk sem sko með sérþekkingu á þessu. Það talar kannski 5 mínútur og ég engur nær sko. Nei, mér sýnist öll vinna að vera að fara í að sko vinna í því hvernig þið ætla að kynna þetta eða þú veist, það er alltaf að koma eitthvað svona annar áfangi í undirbúningsvinnu hefur verið kynntur, það var eitthvað í síðustu viku frétt sko og það er fullt af háluna fólki þarna í þessu að bara, þú veist, ég veit ekki hvort að verða af þessu sko, ég hef svolítið erfitt með að segja það reyndar allar svona vegaframkvæmdir hafnar kannski það sem verður úr þessu. Ég ætla að segja þetta bara mjög óábyrgt. Ég myndi treysta mér með í krafti gervigreindar að eyða svona 30 dögum sjálfur heima í að gera gott leiðakerfi. Það tekst samt ekki hjá strætó. Nei, ég næ þessu ekki. Maður velti fyrir sig hvort það sé sko viljandi verið að hafa þetta lélegt bara. Ég á svo erfitt með að ímynda mér að fólk sé svona lélegt í sko að því að það er svo mikið, sko strætóferð eru alltaf að benda á hvað má gera betur og við erum bara, já, þetta make sense og heyrðu, ef við ekki að hlusta þá og þá er bara svona nei já. Þið sósíalistar eru alltaf svo tortrygnir við hefum svo mikla trú á fólki nei, þið hafa enga trú á fólki við hefum svo mikla trú á fólki, við viljum hlusta á fólkið nei, þið hafa enga trú á fólki þið haldið alltaf að þurfa að niðurgreiða tilvist allra svo þegar kemur að því að hjálpa þeim að þá eru þið ekki að fara að gera neitt annað en að tala það sko, ég nefnilega held að það að sko, og ég held að þú sést sammála mér sko, þeir eru allir á botnin kvöld hægri menn eru þeir sem hafa raunverulega trú á fólki og þeir eru undir þeim formerkjum að segja, þú þarft ekki á mér að halda þú ert þinn eigin gæfismiður þú getur tekist á við verkefni lífsins það að lenda í áfalli er vont þegar að því kemur en það verður gott fyrir seinna mér og þú ert betur í stakk búin til þess að takast á við verkefni lífsins þeir sósíalistar segja bara nei það þarf bara að gefa þessum pening og ef hann í lægstu tekjutínd sem náttúrulega alltaf hreyfanlegur sko, sama manneskjan náttúrulega sjaldnast í sömu tekjutínd alltaf ævi en þið talið alltaf lægstu 10% sem mismunandi eftir hverju ári segja alltaf nei, það þarf bara að koma þessum til aðstoðar og hjálpa honum engin trú á því að einhver geti ráðið sjálfur úr sínum vandamálum heldur ætli þið að koma með ykkar incompetence og þið hafa ekki hugmynd hvernig að leysa þetta og segja ef við bara skattleggjum fyrirtækin og mikið að það leysist þetta allt Við erum mjög miklu að trúa fólki mér finnst það einmitt vera öfugt, það er alltaf verið að tala eins og allir sé að svindla á kerfinu, það er verið að trúa því versta upp á fólk sem er á örorku, fólk sem hefur kannski lent í bílslýsi og orðið örkumla og getur ekki unnið að vera að sitja það undir sama hatt og eitthvað fólk sem mögulega getur að svindla á kerfinu, það er verið að vera gerð úttekt á þessu með örorkubótasvindl og hlutfallið er bara það lágt að það skiptir í rauninni engu máli það er margótt verið rannsakað það er lágt hjá þeim sem hefur komist upp að þeir hafa verið að svindla og það er náttúrulega bara rosalega erfitt að komast til örorku í dag það er bara rosalega erfitt þetta er margra ára ferli í dag og fólk sem kannski er búið að senda umsókn á TR það fætt svör tilbaka nei, þú mátt það ekki að fara engan rökstuðning af hverju eða neitt svo er kannski fólk að glíma mikið tekjuleysi á meðan þannig að þetta er ekkert grín að fara á þetta en ég eins og þú segir við um enga trú á fólki, ég vil mjög mikla trú á fólki og ég vil að fólk séu sinna gæfismiðir og geti tekið höndum saman og unnið saman og ég vil til dæmis algjörlega auka það að sé til samvinnufélög að verkafólk geti tekið höndum saman og uppskori eftir eigin erfiði einyrkjar, mér finnst það frábært að fólk sé sjálft að stofna sér degið og vinna sjálft undir sínum eigin hatti ég tek ekki undir það að við séum einhver flokkur sem að allavega ég er ekki alltaf að tala að við erum að niðurgreiða allt og alla en við þurfum samt að hugsa þannig að við séum samfélag, við erum ekki samansatna einstaklingum. Já, ég veit það ekki sko, en tökum bara örorku sem dæmi af hverju örorka að aukast svona mikið, sérstaklega hjá ungu fólki ég hef pínu áhyggjur af þessu sko og ég til mér var að tala við mannesku bara fyrir ekki svo löngu og það er fólk að svindla kerfinu, það eru þeir sem að fá örorkubætur sem eru að vinna svart og kannski er það bara alltaf lagi, kannski sérstaklega hjá þeim sem eru líkamlega örkumla að þeir eigi bara geta svona afla sér eitthvað smá auka tekjum og
Ég ekkert eitthvað brjálaður út í einhverja manneskju sem fær nokkra 10.000 kalla verandi, skilurðu, örku þegi sem að getur ekki tekið það inn í gennum kerfið út af því að þá skerðist það á móti. En aftur á móti þá það sjálfstætt áhyggjuefni að örorka, sérstaklega meðal ungs fólks, sé að aukast svona mikið. Sérstaklega þegar að ræða út af því þú talar líkamlega kvilla sem ég alveg sammála. Ég hef verið að vinna með fötluðum núna í 15-16 ár og það einmitt þeir sem að gerðu með hægri manni. Þetta eru einstaklingar sem að í hvert skipti sem þú hjálpar þeim of mikið að þá verða þær pirraðar út í þeir vilja fá eins og litla aðstoð mögulega hægt til þess að þeir geti tekist á við aukin verkefni og þetta eitthvað sem að mér finnst hafa aðeins glatast í nútímaumræðum með þegar fólk einmitt bara já, nei, eitthvað inn á TikTok eða eitthvað, tala það hvað var erfitt að fara upp úr rúminu og þau eru að sækja örorkubætur og eitthvað þannig. Ég held að þetta sé bara einhvers konar samfélag óháð því hversu réttlætanlegt það að þá erum við að taka af lífskjörum kynslóðar framtíðarinnar út af því ef allir kulnun hefði verið fyrir hendi fyrir 50 árum að þá byggjum við örugglega ennþá í torkofum. Við myndum ekki búa við þá velmeðin sem við erum með í dag þar sem að fólk var að vinna miklu lengri vinnudaga, miklu erfiðari lífsskilyrði, miklu erfiðari starfsaðstæður en fólk bara harkaði svolítið af sér. Það held ég að hafi gert það að verkum að við byggum til betra samfélag sem við erum náttúrulega að njóta í dag. En ef að við förum að breyta til í þessum efnum og segja bara nei, það nú bara við þurfum að koma á einhverju sósíalískri baráttu þar sem að allir sem að minna mega sín fá bara niðurgreidda tilvist og enginn má hafa það erfitt út af því að það hafa það erfitt sé bara sjálfkrafa slæmt. Ég held einmitt að það að hafa það erfitt móti ákveðin kontrast á því hvernig þú getur þá ímyndaðir hvernig lífið getur verið betra og þar alveg vinnur að því ekki bara það að við getum bara vorkennt fólki til velmeðunar. Já, ég held að það sé rosalega mikill hvati að fólk færa að vinna á sín megin forsendum og vera ekki undir hæl einhverja fyrirtækja sem að segja þér fyrir verkum. Þegar þú stígur að vinnast þá ertu rauninni komin undir ákveðið einræðis fyrirkomulag þar sem að það ekkert lýðræði. Við segjum að við búum í lýðræði samfélagi en þegar þú ert á þínu vinnutíma þá hefur engin völd yfir þínu lífi á meðan. Mér finnst að það sé klálega eitthvað sem að spilar inn í. Þessi fyrirtæki alltaf að stækka, fólk upplifað að minna og minna að segja inn í fyrirtækinu. Ég held að þetta sé klálega mál sem að gæti verið að spila inn í en eins og þú segir þá þetta klálega áhyggjuefni að sé að fjölga fólki sem að fara örorku. Þegar þú hugsa einræði, hver hefur svona almennt séð haft einræði yfir fólkinu? Það náttúrulega bara það sem að ræður á vinnustaðnum. Nei, en svona almennt séð svona sögulega þá hefur verið ríkið sem hefur einræði. Já, auðvaldið hefur náttúrulega klálega einræði yfir samfélaginu okkar. Það er náttúrulega bara með stjórnveldin í vasanum. Þú sérði þetta. Það er öll lobbyista samtökinir á vegum fólk sem á peninga í samfélaginu og þeir komið til eins og þessir búvörusamninga frumvarpi. Það var skrifað af þessum samtökum sem að vinna að þeim hagsmunum. Ég sé þetta getur verið einræði auðvaldsins í rauninni. En ég ekki sammálaðir. Ég held til dæmis að þeir sem eru í fyrirtækjarekstri í dag hafi ekki mikla aðkomu að ríkisvaldinu eins og fólk vill oft meina. En ég hef aftur á móti ekki ósammálaðir að þetta sé áhyggjuefni. Það er talað járnlög oligarkana. Það er að segja Iron Law of Oligarchy. Það sem eru ákveðin svona tengsl milli skrifræðisins, stjórnmálana og peningavaldsins sem að gera það verkum að þegar þessi tengsl orðin of samofin að þá eru þeir byrjað að vinna svona fyrir eigin hagsmunum ákveðna stöðunar. Ég alveg sammálaður að það getur verið áhyggjuefni en lausnin við því er öfugt við það sem þú ert að tala ekki það að auka ríkisvaldið. Ég held einmitt að þegar aðkoma ríkisins sé meiri að þá aukast þessi tengsl út af því að þá hafa peningavöldin meiri hagsmuni af því að vera ekki að sannfæra almenning eigið ágæti og ágæti eigin vöru. Milton Friedman til dæmis talaði þetta að fyrirtæki ættu fyrst og fremst að vera einbeita sér að því að auka hagnað hluthafa. Það er mjög jákvætt fyrirbæri út af því að þá eru þeir ekki í pólitískum áróðri, þá eru þeir ekki að skipta sér af því að ríkisvaldi að haga sér ákveðin máta og það er strax og þeir eru fannir að bera ábyrgð á því að vera með samfélagslega ábyrgð gagnvart þessu og samfélagslega ábyrgð gagnvart þessu, þá eru þeir byrjað að reyna að sannfæra þig ekki undir þeim formerkjum að þeir sem er betri vöru eða þjónustu heldur en aðrir, heldur undir þeim formerkjum að þeir séu pólitískt álitlegri heldur en önnur fyrirtæki.
þetta held ég að sé gríðarlega slæm þróun þegar einmitt við erum að fara að segja fyrirtækjum að bera samfélagslega ábyrgð. Ég held að þau ekki gera það. Ég held að samfélagslega ábyrgð komi aðalega frá þeim sem að svona frá rótum almennings og ég held að þetta sé svona, búið að færast til mun verri vegar aðeins að skána í dag þar sem að við erum með fyrirtæki að sækja sér einhverjum svona vottanir hjá einhverjum hagsmunasamtökum eða sækja sér einhverjum svona að vera með hérna minna af einhverju kolefnisfótspor og eitthvað þannig hefur til dæmis Santa Maria hérna auglýsingarnar. Nei, Santa Maria sem þetta að selja einhverja tortillakökur og eitthvað þannig. Auglýsingarna þeirra voru á tímabili, ég veit ekki hvort þið segja þá voru á tímabili að sko ekkert að auglýsa einu sinni tortillakökur eða það sem þau voru að selja. Heldur voru að tala um það að þau voru með 25% minna hérna kolefnisfótspor út af því að helmingurinn af vöruna þeirra var farin frá plasti yfir í einhver pappír, þannig að þú veist, þegar þú kaupir kökunar þá ertu að rífa í sundur hérna pappír og plast svo ertu einhvern veginn að sko vera einhvern veginn að skrapa þetta í sundur. Já, martröð að flokka þetta maður. En það svo varst að tala um hérna þetta með að tengsl hérna fyrirtækja og ríkisins frá allana greiningu marxista, þá þetta ekkert annað en bara svona lógísk niðurstaða kapitalisman, síðkapitalisman þegar hann er komin á þetta stig þegar þú innleiðir markað þá hérna, gerist það að þeir stærri lifa af, þeir taka til sín minni fyrirtæki verða stærri og stærri, svo endar þetta á því að þú ert komið með þessi risa fyrirtæki svo er í Bandaríkjunum núna hægri menn vilja ekki að það sé ekki svona eftirlit með markaðnum, það sé ekki vera að passa þessi og stór, það sé ekki vera að brjóta þau niður eða verið of stór, en ef þú gerir það ekki þá færðu það sem er að gerast þar núna, þar sem að það eru stórfyrirtæki sem eru með nógu sterkt bólmagnir til að skora bara þjóðríkið á hólm, eru með þingmenn í vasanum, þá ertu ekki lengur með lýðræði, þá ertu með auðræði eins og ég talaði og hérna, það er rauninni, þegar þú ert að innlega eftirlitslausan kapitalisma, þá ertu rauninni að, svo ég slettu að hleypa the genie out of the bottle, því að þú, hvernig ætlar síðan að hafa stjórn á þessu skrimsli þegar orðið svona stórt. Það er ákveð atriði sem að hægrimenn mættu líka kannski fara að pæli. Hægrimenn áður, þeir voru alveg að höfðu pælt í þessu, Teddy Roosevelt braut niður stórfyrirtæki hérna áður fyrr. Það var alveg svona umræði á hægrinu þangað til kannski að Ronald Reagan tók við og hérna þá var þetta eitthvað svona slæmt að hérna pæli þessu. Þannig að ef þú ert með hennan eftirlitslausa óhindraða markað þá er það óhjákvæmilegt að endi í þessu ástandi sem við erum með núna og þetta er ekkert annað en kapitalismi af því að þetta er bara ef þú greinir hlutina þá endar hann alltaf svona, hann er aldrei að fara að enda öðruvísi nema þannig að það verður 2-3 stórfyrirtæki ef þú ert ekki með eitthvað svona eftirlit. Já, ég held sko að þetta sé ekki alveg rétt sögurskýring sko, ég var að kynna mér hérna sögu Walmart, JB Penney og það var önnur búð sem var mjög mikið á öðrum áratug í Bandaríkjunum þar sem að voru einmitt komin svona þessi behemoths, bara risa fyrirtæki sem að voru einhvern veginn bara búin að orðu rosalega ráðandi markaði, sama gildi með hvernig hérna þú manst þetta Kodak, allar myndavélar og þannig voru Kodak og þau voru alltaf best og ég á Kodak, já, einmitt ég keypti hérna film daginn já, nákvæmlega, en ég meina að þú veist, þeir eru ekki ráðandi lengur þeir eru ekki ráðandi á þessu markaði og það er einmitt fjallað það að hvernig JB Penney kom af stað og í langflestum tilfellum þá var þetta ekki endilega með því að þessir aðilar Walmart og allir stóru aðilar væru að búa til betri vörur heldur væru þeir að bæta vöruflutninga til og frá á milli staða og þeir gátu sannfært almenning að breyta neysluvenjum vegna lægra vöruverðs sem einmitt kemur mest til hagsbóta þeirra sem eru á lægstu laununum og sko það sem er svolítið merkilegt við þessu sögu er að þetta voru alltaf einmitt, þessar umræður kom alltaf aftur upp að þeir varu orðnir á stórir og varu orðnir á ráðandi síðan voru oftast einhverjar mjög smáar verslanir bara einhver ein verslun sem að bauð bara lægra vöruverð út af því að þeir breyti eitthvað til hérna það hvernig þeir væri birgðaflutningum sem voru að nota bara mismunandi leiðir og þar af leiðandi urðu þeir betri og ráðandi markaði. Ég held að þetta sé ástæðan einmitt fyrir því út að við tengjum þetta við það að hérna markaðurinn sé betur til þess fallinn að leysa þetta líka út af því að hann er ekki í einhverju svona bull-dyggðaskreitingum þar sem við erum með yfirbyggingu til þess að vera með eitthvað svona ásýnd samfélagslegar ábyrgðar og eitthvað svona dellu. Fólk bara kýs með veskinu
og þegar við erum að tala svona mál þá erum við náttúrulega að tala hápólitísk mál út af því að okkar hugmynda fyrirtækjarekstur í dag svo að þeir eigi að vera með samfélagslega ábyrgð, þeir eigi að vera í ákveðnum pólitískum áróðri samhliða því að veita þjónustu. Þetta það sem ég held að vandamálið sé. Sama ekki eins og ég var að tala með Kodak. Kodak fann upp á stafrænum myndbirtingum eða myndatökum og svo koma aðrir eins og Fuji og aðrir Sony og aðrir sem að tóku þessa þjónustu og breyttu henni til betri vegar og eftir að þeir gerðu það þá fór fólk að fara yfir. Þetta voru einhverjir smáir aðalar og Kodak var það stór að það var aldrei að fara að ná að heyja einhverja baráttu gegn þeim, en sagan aftur á móti segir okkur að ef að fólk með betri vöru og betri þjónustu að þá mun fólk kjósa með veskinu. Síðasta dæmi sem ég ætla að nefna til dæmis eins og rafbíla iðnaðurinn. Fólk var alltaf til í rafbíl og þú varst að tala Hjálmar, hann mun örugglega horfa niður á fólk sem ekki að rafbíl út af því að þeir eru að menga fyrir öllum öðrum, en þegar fólk fer á rafbíl þá er það með einhver svona ímynd það að þau sé einhvern veginn að bæta heiminn og þetta var rosalega mikið auglýst sem eitthvað svona, já við þurfum alltaf að takast á við loftslagsvána út af því að hún að fara að drepa okkur alltaf á Íslandi. Svo aftur móti, þegar bara, við erum hættar að niðurgreiða rafbíla, fellur það 70%, sem að segja okkur það að þessi hugmynd okkar það að einhverjir svona risa aðilar geti einhvern veginn tekið markaðin og það ekki hægt að ná okkur niður að þeim út af því að það bara svo ómögulegt og þeir eru með svo ráðandi stöð á markaði. Ég held að þetta sé bara della út af því að þegar öll á botni kvólt þá mun fólk leita í bestu kjörin, bestu gæðin óháð því hver pólitíska stefna fyrirtækisins Þannig að það sem ég að segja að þú að segja að öll þessi fyrirtæki verða of stór og það ekki hægt að gera neitt í því. Sagan segir okkur bara það bara ekki rétt. Já, neða orður á samfélagsmiðlafyrirtækinu í dag, þetta það sem að Facebook eða Meta hefur að gera þegar kemur samkynnisaðili með einhverja betri lausn, þá kaupa þeir bara fyrirtækið. Þú veist, það var líka upphafið það sem að Google ætla að gera með Facebook, þeir ætla að kaupa $1 million. Það er frækt í Sucked eftir Roger McNamee, það sem hann fjallar um þetta, að hann fór á fund Zuckerberg, það sem að Google var nýbúin að hringi hann og segja að kaupa fyrirtækið. En það voru náttúrulega samkynniseftirlit, ég veit ekki hvernig það var þá, en þennan áður fyrir þegar fyrirtæki ætluðu að gera þetta, þá var rosalega oft stöðvað, þannig að hitt fyrirtæki fekk spacið til þess að stækka og verða umsvega meira, en í dag þá sér þetta eins og í Hollywood, Disney á bara allt, og ef það kemur eitthvað fyrirtæki sem ógnar þeirra markaði, þá kaupa þeir upp, þannig að hvernig ætlar að, þú veist, Nei, menn af hverju mættur ekki, ef ég var að gera eitthvað og einhver annar ætlar að kaupa þá má hann auðvitað að kaupa. Já, þá ertu bara að koma einogunum markað. Það endar bara þannig. Þá þarf þú bara að búa til vöru og þjónustu og standa í lappina þegar einhver ætlar að kaupa. Þú getur ekkert sagt það já, það er svo ómögulegt því að allir eitthvað, það einhver stór aðili sem að kaupir vörunar af þeim sem bjóða hana til. Já, en þú veist, þá endar þetta bara svona í einogunum markaði. Það er mjög fáir sem að fara að standa smáti sko. Já, þetta er bara umræð sem hefur alltaf verið til staðar, einhver sé orðin of stór og þegar hann kemur, aðrir komið með vöru að þjónustu að þá mun það bara stóriðanleginn kaupa og gleypa allir fiskana og stækka sama, þú veist, maður hefur heyrt sömu umræðu til dæmis fasteignamarkaðina þegar einhverju gengur vel að þá er það keypt upp og sú þjónustu einhvern veginn færið yfir, en svo aftur á móti bara kannski einhver sem stendur í lappirnar, með betri þjónustu, með betri vöru og segir eins og Zuckerberg gerði á sínum tíma og segir nei, ég held að ég ætla bara að standa í lappirnar og taka á þessu. Það er mjög sjálfgeft að það gerist. Já, en ég meina, en þú ert aftur á móti, en hver þín lausn við því að einhver búið til góða þjónustu og einhver starri aðili kemur og segir, heyrðu, ég held að ég geti og náttúrulega í flestum þegar svona yfirtökur eiga sér staði eins og Coloplast þegar þeir keyptu Kerecis, þá er þetta að Kerecis hafi ekki bolmagn eða umgjörð til þess að færa fiskróðið út á alheimsmarkaðin á jafnmiklum skala og Coloplast gat gert. Þannig að í mjög mörgum tilfellum eru líka svona yfirtökur til þess fallnar að bæta lífskjör fólks vegna þess að það hefur umgjörð og bolmagn og undirstöður til þess að bæta þjónustuna. En ok, það er önnur umræða. Yfirtökur geta ekki samt verið þannig úr garði gerðar að sko ég og þú, ég býð til einhverja þjónustu og þú segir heyrðu, ég með mjög gott birgðarflutningakerfi og ég held að við getum keypt þig út og þú getur fengið hlutfall af arðinum og fengið stóran hlut í okkar fyrirtæki, en hvað ætlar ríkið að segja? Nei, þú litli aðilinn, þú mátt ekki
samþykja þetta kauptilboð út af því ég svo ánæður með þegar það eru nægilega margir litlir út af því að trausti má ekki verða á stór. Það lausnin? Ég hef allan að tekið eftir að þegar fyrirtæki eru keypt að stærri aðalega þá versna kjör fólk sem vinnur þar mjög mikið, það er látið hlaupa hraðar vegna þess að það eru stærri kröfur á það að hámarka hagna hluthafana. Það er rosalega mikið sem breytist. Ég er með mjög gott dæmi að manneskja sem vinnur sem forritari hjá fyrirtæki upp í Urðarhvarfi, hennar fyrirtæki var bara svona lítið fyrirtæki, rekja Íslendingur. Svo kemur danskt fyrirtæki, kaupir þau upp, setur ráðningabann, álagið meira á ykkur, þið verða að hlaupa hraðar, fólk gera fjölgi veikindaleyfi að því það er svo mikið álag. Þannig erum við til dæmis að glíma afleiðingar af þessari stefnu sem þú ert að tala fyrir, að það sé megin áherslu að hagna hluthafa og hvernig nærðu þessum hámarkshagnaði. Það er rosalótt farið í það að skræla það þá innan með því að láta fólki sem vinnur að hlaupa hraðar og svo þegar það er búið þá getur bara skiptið út eða fengið einhverja indverja til þess að vinna það. Það er rosalega mikið sem við erum að gera núna og þegar fólk er að tala innflytjendamáli, það er náttúrulega mjög heitt mál. Það eru kapitalistarnir sem vilja að við séum í rauninni með þessi opnu landamæri sem allir er að tala í dag vegna þess að þú færð ódýrt vinnuafl og ert þú fylgjandi því til dæmis? Nei, ert þú fylgjandi því? Ég vil ekki sem ég er. Nei, en viltu að við tökum þetta í fleira flóttafólki til dæmis? Stór spurning. Ég er ekki búin að kynna mér nákvæmlega þennan málaflokk til hlítar en við þurfum algjörlega að taka með að því bara aðstæðu hvers fólk fyrir sig. Ég meina ef þú er sannarlega að flýja aðstæðar sem að þú átt að hætta að vera tekin að lífi, af hverju eigum við þá ekki í rauninni að geta veitt þeim pláss hér eða komið þeim fyrir á staðar sem eru örugg. Mér finnst að vera skylda okkar sem mannfólks í rauninni að gera það. Og líka, við vitum aldrei hvenær eitthvað kemur fyrir hérna á Íslandi, viljum við þá ekki líka það sem komið fram við okkur eins og við komum fram við það sem komið fram við okkur eins og við komum fram við aðra. Þannig að hvað finnst þér ég er nefnilega að lesa bók, það er áhugavert þú kemur hérna útlingamálin. Ég er að lesa bók sem heitir Exodus eftir Paul Collier, þar sem hann einmitt fjallar það að geta land til þess að taka á móti fólki sé bundin við það að fjöldanum, hversu mikið af fólki við tökum við til þess að aðlaga, því að fólk aðlagast ekki ef það kemur í stórum stíl, samhliða því að það sé menningarlegu munur. Eftir því sem menningarmunurinn er meiri og fjöldin er meiri, að því ósjálfbærara verður það. Ef þú tekur á móti fólki sem er með mjög mikið menningarmun í litlum stíl, að þá er það auðvelt. Ef þú tekur á móti mikið af fólki sem er með sama menningarmun, að þá er það auðveldara. Nú hefur verið mjög mikið fjallað fjölmenningu og ég meit undir formerkjum ákveðin rasisma og ég hef haldið því fram að þeir vinstri menn sem eru að tala fyrir því að við eigum ekki að spyrja okkur áleitlega mjög auðveldra spurningar. Ég held að máli sé það að ef við spyrjum okkur ekki auðveldra spurninga í dag menningamál, að þá eru að fara að svara erfiðum spurningum síðan mér, sem að Bretar eru að gera núna, sem að Þýskaland er að gera núna, sem að í rauninni allir að undanskildur Sviss er að gera núna. Og það er út af því að þeir fóru í atkvæðagreiðslu það hvers konar stefna þetta vera og þá varð opnari landamæri undir í þeirra umræðu, en það gengur þeim miklu betra að taka á móti fólki heldur en öðrum. En ég held, nefndi nú Ísak í gær, að ég ferðast mjög mikið á Indlandi og elska Indland, elska Indverja, bara uppáhalds fólkið mitt almennt, en það er margt við indverska menningu sem ég einfaldlega hata. Það er til dæmis heiðursmenning, heiðursglæpir eru stórkostlega vondir, allt sem við kemur því að það er að vera einhver sér ákvæði sér hópa, eins og við sjáum Bretlandi þar sem það eru einhver menningarlegir ágreiningar séu leystir innbyrðis. Algjörlega stjörnugalið. Mér finnst að ef það kom upp mál sem hafa einhvað með heiðurstengda glæpi að gera eða glæpi almennt, að þá er fólk sjálfkrafa að missa landvistarleyfi. Hver er þín ég held að það myndi losa rosalega mikið af þessari spennu sem við erum að sjá til þessi Evrópu. Það eru bara hægri öfgaflokkar í sum tilfellum að vaksa fiskur hrygg. Ég held að það myndi losa rosalega mikið af spennunni sem að við kemur menningarmun og öðru og það að taka á móti erlendum flóttamönnum í þessu tilfelli en líka bara útlendingum almennt, að fólk myndi missa landvistarleyfi ef það brýtur af sér hér á landi. Hver er þín afstæð í það? Það var náttúrulega að fara fyrir dómskerfið þá fyrst, það er ekki nóg bara að séum með dómstól götunar sem henda fólki út og það er eitthvað grunur hitt og þetta. Það er náttúrulega mikil hætta að vera með úæsingur líka í samfélagum þegar verið að ala líka á
sko, svo ég tali frá þeim enda, ef það er verið að ala rosalega mikið á því að ákveðnir hópar séu líklegri til þess að fremja hinna og þessa glæpina, þá er fólk með meiri smási á þeim hópi og þá er náttúrulega líka mikið, við þurfum líka, tóna okkur niður þarna því að þá er hætta á múgæsingu og dómstóli götunar, en ef að fólk er að fremja mjög alvarleg brot, þá erum við náttúrulega með úrræði á Íslandi, en ég sjálfur sér ekki búin að mynda mér konkrétt afstöð í þessu. En svona í svona gut feeling, hver þín afstæða? Þú myndir halda að þetta er gun to your head og þetta er að taka afstöð. Ef þú ert með eitthvað snar, mjög hættulegan einstakling sem er vaðandi uppi að drepa mann og annan og nauðga fólki hingað og þangað, sko, þá ég vonum til að hafa gripið mig þá náttúrulega myndi maður vona að við værum með úrræði líka sem geti haldið fólki, sko, frá því að vera innan annað fólk, en ef við erum komið með mikið á þannig fólki þá er auðvitað þannig að kerfið myndi kannski ekki ráða við það. Ég hef ekki séð tölu sem benda til þess að ástandi sé orðið þannig að við séum að glíma við, sko, alveg bara eitthvað massreip faraldur á vegum flóttamanna. Ég hef ekki tekið eftir því ennþá. En af því þú varst að tala innflytjendur og þú sért á móti EES, af hverju ert þú á móti EES? Af því að þetta er sem ég er ekki á móti EES. En ég sagði það ekki. Ég sagði, ertu ekki, nei, byrju, hvað sagði þú? Ég sagðist Ég sagðist vera á móti þessum, sko, við erum í rauninni með opið landamæri, við erum í EES og þú sagðist vera á móti því. Nei, ég er ekki á móti EES, sko. Ég sérstaklega hvað varðar En það er rosalega stór hluti af fólki sem er að koma inn og fremja afbrot, það er fólk á EES-svæðinu. En ég er bara aftur á móti til, sko, EES, ég veit að, til dæmis, svo Danmörk er búin að loka hælisleitendakerfinu sínu. Ég held að við ættum að gera það sama. Ég held að við ættum að loka hælisleitendakerfinu þannig að þú getur komið í flugvél og sótt hæli hérna. Ég held að við ættum að taka, jafnvel þó við myndum taka á móti slatta fólki, þá held ég að veri áleitlegra að taka á móti fólki sem er raunverulegri neyð, sem er ekki í stakk búið til þess að þetta koma sér til Evrópu og þaðan í flugvél og þaðan til Íslands. Ég held að þetta sé bara algjörlega fáránleg umræða að við séum helst að taka á móti fólki þannig. Ég held að við getum tekið á móti fólki einmitt sem er raunverulegri neyð, sem myndi aldrei geta, sko, hefur ekki bjargaráð til þess að koma sér í þessa stöðu og er í einhverju flóttamannabúðum, til dæmis eins og í Tyrklandi eða Sýrlandi eða öðrum stöðum. Ég held að þetta myndi líka leiða til þess að þeir glæpahringir sem eru augljóslega fyrir hendi og eru í mansali, ASI er til dæmis mikið búið að tala þetta í sambandi við útlendingamálin og mansal, að þetta er eiginlega bara mjög samofin fyrirbæri í mjög stórum stíl. Og ég held að þetta, sko, að við getum í rauninni gripið þennan bolta með því að leysa, loka hælisleitendakerfinu, að þá værum við að taka á þessu mansals fyrirbæri, værum að taka á glæpahringjunum sem að koma fólki til landsins og við værum líka að grípa í taumana gagnvart því að fólk sem er í minni neyð heldur en þeir sem hafa ekki bjargaráð væru að fá leyfi. Þannig að við værum í rauninni á þessum 3 sviðum að bæta stöðuna. En hvað er með EES-svæðið? Af hverju að vera þar inni þegar það er koma rosalega mikið af fólk frá... Ert þú á móti EES út af fólksflutningum? Ég er á móti EES af því að það hefur verið nýtt til þess að halda kjörum launafólks á Íslandi niðri, markvisst. Það er auðveldara fyrir aðila að fá vinnuafl úr Evrópu á lægri launum og fólk sem er ómeðvitaður rétt sem heldur en Íslendinga og sér þetta rosalega mikið í byggingu. Mannsalsmálin. Já, mannsalsmál, en svo er það líka bara að vera félagslegt undirboð sem er miklu auðveldara að ná í gegn eða úr með áður fórum í EES þá þurfti að fá sérstakt leyfi frá verkalýðshreyfingunni eða ætlaði að fara ráðina erlent vinnuafl og eftir að fórum í EES þá má það ekki lengur. Þannig að það er í rauninni verið að grafa rosalega mikið undan rétti vinnandi fólks þegar verið að gera þetta og það er svona kapphlaup niður á botnin í rauninni. Þannig að launafólk hefur rosalega lítið leverage þegar þú ert með 500 milljóna manna vinnumarkað bara hinn með við sjóin. Já, það er alveg rétt, sko. Ég meina, ég eftir á móti til að fyrst að við erum í þessu kerfi að þá ég hef ekki, sko, ég er mjög hrifinn af EES almennt, en aftur á móti þá er þetta rétt hjá þér í sambandi við, sko, eins og svona helsti baráttumaður verkalýðshreyfingarinnar svona á 5. áratugnum var Hugo Chávez. Hann mitt talaði það að, César Chávez César Chávez, ekki Hugo Chávez. Ég ruglaði þessu alltaf saman. En allavega, var hann ekki verkalýðsbaráttu þarna? Jú, hann talaði mjög mikið gegn ólöglegum innflytjendum. Á forsendum, sko, verka frá þeim, já. Og það er náttúrulega mál sem að bara demókratar til dæmis þeir yfirgáfu það beis sem að sakaði að vera útlendingahattar út af að það vill í rauninni hafa örugga vinnu þegar rótin, og svo er líka snildin á bakvega, þeir eru rauninni að segja við verkafólkið við erum að flytja inn erlent vinnuafl og þið að vera reið út í það en þið ekki vera reið út í okkur
þegar það voru við sem fluttum það inn og þau eru að taka störfun ykkar og svo demókrötunum í rauninni kennt það og þeir taka sér þá stöðu á sama tíma sko með því að það sé verið að flytja inn erlend verkafólk, þannig að repúblikanar er einhvern veginn búin að gera sér stikk frí þessu öllu og hægri menn og þeir sem að vinna fyrir kapitalistana þegar það eru þeir sem að rauninni standa fyrir allir þessu stefnu að flytja inn erlend vinnuafl en svo eru libbarnir í rauninni að taka sér stöðu sko með kapitalistunum Helvítis libbarnir en þeir eru að taka sér stöðu með kapitalistunum og þeir eru rauninni bara, þú veist, önnur hliðin á sama peningnum sko, þeir sem eru frjálslyndir sem að fyrir taugarnar er fólk kallið vinstarafólk af því það er engin áhersla á verkalýðsbaráttu Þannig að þínar áhyggjur eru það að útlendingarnir sé að taka störfun á Íslendingunum Ekki útlendingarnir, það er ekki til þá sjálf að sakast þeir eru bara að leita Nei, þetta eru kapitalistarnir sem er að flytja inn Nei, en þá er það en það er undir En maður er ekki að beina reiðin að fólkinu sjálfu alls ekki, það er bara að reyna að finna sér betra líf Já, en það er samt undir þeim formerkjum samt að við eigum að stöðva útlendingainnflutning undir þeim formerkjum að þeir sé að taka störfun á Íslendingum Ekki undir þeim formerkjum að þeir sé að taka störfun undir þeim formerkjum að kapitalistar sé að stunda félagslegt undirbúð þeir eru að fá fólk sem að sama sættir sem við læri laun Íslendingar Já, þá eru útlendingarnir forsendan þó svo að kapitalistarnir séu vandamál Kapitalistarnir bera ábyrgðina, ekki útlendingarnir Þeir eru vandamál en útlendingarnir eru forsendan Útlendingarnir bera ekki ábyrgð Þeir bera ekki ábyrgðina Nei, þeir bera ekki ábyrgð en þú veist að segja að það að útlendingar séu koma inn í stórum stíl séu vandamál undir formerkjum að þeir séu mjög undirbúði Já, vandamáli er að það er verið að flytja inn fólk til þess að taka störf af Íslendingum, það er stórt vandamáli en það þýr ekki að við þeim að fara eitthvað að hatast út í pólverjan sem býr í sömu blokk og maður sjálfur og er mjög fínn og allt það þetta er kerfisvandamáli, þetta er ekki vandamála sem maður á að fara að hatast út í þannig og hinn mannin sko, alls ekki Nei, en samt aftur á móti þá en eins og segi, þetta er forsendan ég er það mikill svona alþjóða lippi að að ég tel að við eigum einmitt að leyfa fólki svolítið að sætta ég meina annað dæmi, Indland ég sé fólk bara ég skal bara segja það var náttúrulega mál í Bandaríkjunum daginn að það var ekki svona klopningur á Trump og Musk því að Trump sættist á það átt að fara að flytja inn hérna fullt af indverjum til þess að fara í tæknigeran og þá var makabeysi brjálað sko. Já, sko ég nefnilega þá var allt í nú byrjaði nokkur dögum sem tala grooming gangs, það var svolítið svona afvegaleiðing af því að það var leit út fyrir að fólk væri að fatta býtu kapitalistinn, hann er gæinn sem er að standa fyrir því sem ég er á móti alveg rétt en svo bara, nei, grooming gang og allir bara þangað, það var snilt Þú ert ekki, kannski hinn hefðbundni vinstrimaður, en aftur á móti það voru mjög margir vinstrimenn, hérna bara fyrir örfám Libbar, ok fyrir örfám árum þá vorum við hérna stanslaust að tala það að hér væri hérna nauðgunarmenning og það væri alveg hræðilegt að einhverjir hérna aðilar væru að komast upp með glæpi sem ég er alveg bara hjartanlega sammála það að við erum að taka mjög hart á móti nauðgunum að er að sjá sko dómana sem að koma fyrir svona frekar alvarleg kynferðisafbrot og það er bara eitthvað 6 mánuði skilorðsbundum og ég bara, er það eitthvað biluð? Bara henda þessu hiski inn í klefa og ég bara dágóðan tíma og ég verð svo ótrúlega kínverskur þegar kemur að refsingum í samtöðu nauðgunarmáli ég bara, það fer svo mikið í töðan á mér en svo aftur á móti þá er maður búin að heyra sama fólk og er búin að tala með mitt fyrir því að við hefum að auka refsingar og það er fólk og karlmenn að bera ábyrgð að þeim segja hérna já, neini, það er nú ekkert vandamál þegar það eru hérna nauðgunarhringir í Bretlandi og sko, fólk er alltaf að segja já, nei, þetta er nú aðalega hvítt fólk sem er að þessu margfalt líklegri eru þessi aðilar sem eru til umræða hérna en ok, tökum það til svega af hverju er þetta saga? Þetta er saga út af því að lögreglan veigraði sér við því að taka á þessum málum það er skjalfest Channel 4 News ætlaði ekki að setja dokumentari fram reyndar ekki nauðgunargengin þó svo að veri hérna samáin breyta og þeim var meina að birta heimildamyndina út af því að það gæti skapa einhvers konar hérna útlendingandúð þetta er að skapa útlendingandúð það að vera að segja fólki fyrir nokkrum árum að nauðgunarmenning og nauðganir var að versta sem að væri í okkar samfélagi sem ég hjartanlega sammála en aftur á móti þá var þröskuldin að lækkaði rosalega mikið og eitthvað sem að gæti verið túlkað sem eitthvað kynferðislegt komment ætti að vera til þess að það væri bara sér útbúin dómstóll innan vinnunar til þess að taka á slíkum málum og allir eitthvað voru í hnipri stressaðir yfir því að það myndi segja eitthvað vitlaust eða ávarpa konu á einhver ranga máta. Þetta sama fólk
fær svo þessa sögu í hendunar undir þeim formerkjum að þeir voru einmitt að nauðga stúlkum frá hindú, sík og hvítum út af því að þær voru ekki muslimar, út af því að þær voru í rauninni hagnýtanlegar í kynferðislegum tilgangi sem bara eitthvað svona hyski út af því að þær var ekki íslamstrúar. Það er sagan hérna. Og fólk er núna að reyna að segja við mig, já nei, það er nú bara rasismi sem er ástæða fyrir það. Nei, þetta er nú bara einhver afvegalegand út af því að Musk vildi fá einhverja Indverja til. Þetta er fucking della. Þeir eru aldrei að fara, kapitalistar þeir eru allir sem eru aldrei að fara að samþykja það eitthvað að fara í mass deportation, sko. Þetta er bara... Við erum ekki að tala um mass deportation, við erum að tala um nauðgunarmálun í Bretlandi. Það er mjög alvarlegt mál sem var undir þeim formerkjum. Það var hylt yfir þessu undir þeim formerkjum að það mætti ekki vera islamafóbíst. Það er sagan hérna. Hvað finnst þér um þetta? Ég náttúrulega þekki þessi mál ekki. Þið voru að ræða þetta daginn í rauðan raunveruleika. Já. Þið voru að segja að þetta væri bara svona eitthvað svona... Þetta er klálega, þetta mál er náttúrulega búið að vera... Þetta er náttúrulega bara nokkrum dögum eftir þetta mál með Musk sem er að tala fyrir að fjölga indverskum innflytjendum og allt eru vitlaust. Þá hann all gæinn á samfélagsmiðl og hann getur mótað umræðuna nákvæmlega þann hátt sem honum sýnist. Og þá var farið í þetta og skipulegan hátt að tala mjög mikið um þetta sem var í gangi. Ég er ekki mikið inn á þessum hægri algoritma eins og þú, þannig að ég hef ekki verið að sjá nákvæmlega hvað málið snýst. Ég hef verið að sjá einhverja tölfræðir hingað og þangað, svo sé aðra sem eru með tölfræðir sem sína að tíðinu sé ekki hærri. Ég veit ekki hverjum ég á treyst í þessum málum. Þannig að en Þú ert þannig skýrslu þar sem að var í rauninni tekið sko greining á tölum þar sem að ethnicity var ekki borðið inn eða þá að þá var alltaf að tala um Asians, þá var Pakistanar flokkaði sem Asians og það var svona fólk frá Norður Afríku og Miðausturlöndum og eins og ég segi að veist, þegar við erum að tala allir, við tölum bara fjölmenningu að þegar við erum að tala um fjölmenningu ég hata mjög margt við indverska menningu. Ég hata kastsystemið og ég hata heiðursystemið. Þetta er þannig, náttúrulega kastsystemið er þannig úr garði gert að þú ert flokkaður frá fæðingu og ert í rauninni bara mótaður að ákveðnum svona samfélagsstatus út af því hvert genamengi þitt er. Og þetta er ótrúlega til að tala við Indverja. Sérstaklega í svona suður fátækari hlutanum að þá er þetta oftast sko fólk sem er bara vel mentað og vel að sér að þeir segja bara Brahmís sem er svo efstastéttin, þeir eru bara gáðari, þeir eru bara betri en við þú, bara fólk sem er bara fætt í lægra stétt það bara, nei sko ég á heima hérna í þessari lægra stétt Brahmís eru gáðari, þeir eru betri og þeir eru betri þess fallnir að ná hérna fram í samfélaginu og þeir munu búa til betra samfélag fyrir mig og því ég á skilið að vera hérna. Svo er það heiðursmálin sem er einmitt bara það heiðurstengt ofbeldi og ég hef unnið í þessum gera á Indlandi, ég var í hjálparstarfi í þessum nákvæmlega út af þessu. Það að ég sé að segja að heiðurstengt ofbeldi, nauðganir og fleira sem er mjög brýnt efni til þess að ávarpa á Indlandi og ég vona með aukinni velmeðmunu þeir takast það og kastsystemið sem er þetta flokkunarkerfi. Það að ég hati þetta kerfi þýðir ekki ég hati Indverja. En núna erum við búin að móta þannig svona afstöðu til þessara mála eins og í Bretlandi að það að segja, það eru múslimsk gengi sem er að nýta sér í skjóli þess að fólk er svo hrætt við það að vera islamafóbist og rasistar að nauðga ungum stelpum í að svo virðist 2000-talið. Einhver hefur sagt 250.000, það var Lord í breska þinginu sem er komið þá tölu, ég veit það ekki, en það að í Rotherham hafi komið 1400 mál og sem er bara smábær, þá er hægt að ef við tökum fleiri staði þar sem þetta hefur komið upp einnig, að þá erum við með mjög allavega 20.000. Við höfum verið að tala um nauðganir undir þeim formerkjum að það sé hræðilegur hlutur. Lækka þröskuldin út í hið óendanlega, þannig að þetta sé orðið hálfgalið. Svo núna, 3 árum síðar, þá erum við með viðbjóðslega nauðganir þar sem að ungar stúlkur er að lýsa því að út af því að þær voru í lágstétt, er aðalega lágstéttastelpur nauðgað í 2000-tali að þá einhvern veginn höfum við ekki ágjörð af þessu út af því að við erum eitthvað hrætt við að vera kölluð rasistar. Það er þetta sem er galið við þetta, það er ekki hatur gegn múslimum að benda á augljósar breytur í þessum efnum sem eru það sem að gera þetta að sögu. Já,
Ég held að fólki blöskri bara þegar að aðlar mæta og eru að segja Heil Hitler á prófílnum eru síðan með í þessu, þá kannski blöskar sko mörgur sem eru að horfa þetta utanfrá. Já. Þannig að þá skilji kannski einhverju stökku til varnar eru ekki aðeins að róa okkur að þeir verið hrætt, en aftur á móti náttúrulega bara viðbjöður að það sé verið að stunda hópnauðganir, en eins og ég bendi á þann, þá Elon Musk svo maður sem vil flytja svona fólki inn til þess að taka störfa fólki og borga í lág laun, en svo á sama tíma hann að segja fólki á þið að vera brjáluð yfir þessu fólki sem ég að flytja inn, bæði við ekki pæli að ég að flytja þinn, þetta bara þú veist, farið bara eitthvað að rífast innbyrðis og ég ætla bara að halda aftur á mér höndum. Það þú veist, tekur ekki undir þetta er líka ákveð vandamál að kapitalistarnir eru þeir sem að vilja flytja inn fólk og þeim alveg sami menningu og hvað menning að koma inn og allt það, svo lengi sem að þeir geta spara sér launakostnað og ríkið tekur á sig baggan. Það stórt vandamál. Það sem ég hef mestar áhyggjur af er að eins og þú varst að segja og ég tek eftir þessu hjá mér þegar ég að tala þessi mál og bara þessi ræða örgulega fullt af einhverju hyski sem reyna að flytja inn einhverja kynþáttahyggju sem að fara að vera, já, nákvæmlega þá svo skiljanlegt líka að fólk sé bara eitthvað, þú veist, það vill kannski ekki heldur pæla í þessu út að það hrættum að þetta svo erfitt ástand einhvern veginn út af öllu þessu sko. En þá erum við aftur komnir í þá stöðu að fólkið sem að tala fyrir einmitt, hyski sem að tala fyrir einhverju kynþáttahyggju vex fiskur hrygg eins og erum að gerast í allri Evrópu og það þetta sem, ég á svarta vini sem Íslendingar. Þú veist, ég af indverskum uppruna, af miðausturlenskum uppruna, af alls konar uppruna sem ég bara, þeir eru jafn miklu Íslendingar. Íslendingur fyrir mér ekki genamengi. Það bara það ekki. Íslendingur fyrir mér bara einhver sem á ákveðnum svona menningarlegum forsendum að reyna að trana sér frammi í sínu lífi og reyna árangri. Já. Þannig að þegar við erum að ræða þessi mál, að þá held ég að sé mjög brýnt að við eigum heiðarlegar samræður það hvaða sem menningarmunur. Það að fólk sé að koma í stórum stíl frá ákveðna menningu hlýtur að valda því að það sé eitthvað fólk að koma sem með mismunandi hugmyndir það hvernig byggja samfélag. Ef að fólk vill flytja til Íslands, að þá það að flytja til Íslands. Ég held að við getum ekki sem lítið samfélag verið of mikið að hrófla við þessum grunnundustöðum út af því að velmeðunin byggja svolítið á því. Og þá það kallað menningarlegur rasismi og ég bara fæn. En aftur á móti, þá þurfum við að huga því af hverju gengur þetta svona illa í allir Evrópu. Ekkert land í Evrópu eða einhver land í Evrópu gengur vel með þetta. Ekki einu. Þá þurfum við að spyrja okkur, hvað ætlum við Íslendingar að gera í þessum efnum þegar kemur að menningarmenn? Erum við ætlum að, þegar heiðurstengt ofbeldi kom upp núna bara fyrir ekki svo löngu og heiðurstengt ofbeldi kemur eiginlega aldrei upp út af því að þetta svo mikið innan fólk sem ekki mikið kannski í samfélagslegri umræðu, þó svo reynda samstöðun hefur gert aðeins betur í því heldur en aðri miðlar. Þá vorum við bara já nei, þetta nú bara eitthvað sem gerir svo sjaldan. Ég bara, það eitthvað biluð? Framkvæmdastjóri kvennaathvarfsins kom í fréttinar og sagði, þetta nú eiginlega ekkert vandamál þetta gerir svo sjaldan. Erum við eitthvað biluð? Það svona hugsunarháttur sem hefur valdið því að einmitt fólk sem að reyna að flytja inn kynþáttahyggju hefur vaxið fiskunum hrygg og þessir öfga hægri flokkar, þetta eru bara svona einhverjir í sumum tilfellum bara svona nazi-hópar sem að vaxa fiskunum hrygg. Að tala djúti og bolsjevisma og menningamarxisma sem orðræða beint tekið frá nasistum, það er svona flört í gangi Já, og það þetta sem að ég hef stórkostlegar áhyggjur af ef að við erum ekki bara eiga hreinskiptar samræður menningarmenn. Og líka umræðum hver það sem ber ábyrgð á því að sé verið að flytja inn rosalega mikið af fólki. Mér finnst það, þú veist, við tölum aldrei hver það sem að vill fá fólki til þess að halda launum niðri. Það gleymist rosalega oft. Það það sem drífur þetta áfram. Já, ég veit ekki, ég einhvern veginn, persónulega, fjöldin risastór að breyta og ég meina, ég hef nú fjallað það að við erum til dæmis höldum utan á Spana eins og við erum að gera síðustu 10 ár í sambandi við einmitt EES og útlendingamál, þá verður Íslendingar orðnir minni hluti eftir 10-16 ár. Það risa breyta. Það mjög áhugaverð breyta. En þú vilt samt verið í EES? Ef ég var hreinskilinn við þig, þá ég ekki búinn að kafa ofan í EES í mjög langa tíma. En ég ætla aftur á móti að gera það núna því að þetta svolítið áhugaverð. Ég hafði ekki hugsað út í þessa breytu
undir þessu formerkjum, það mikið Já. út af því að með Danir hafa getað tekið á þessum málum og þú veist, það er hægt að stýra þessu miklu meira heldur en maður heldur. Já, það er náttúrulega rosalega oft sem að Íslendingar eru bara að taka við öllu og er ekkert að biðja mikið undanþágur. Nei, það er rosa mikið þannig, sko. Gullhúða, sko. Já, og svo líka bara eins og með orkumálunum, þú veist, orkupakkarnir og allt það, sko, það sem að vera að segja að skipta upp þessum orkufyrirtækjum og að markaðsvæða það allt saman, það er beint frá EES. Þannig að þú veist, hægri menn eru mjög hrifnir af EES og þeir eru mjög hrifnir að flytja inn erlent verkafólk til að halda launin niðri, en svo einhvern veginn þegar það gerist þá fara þær að kenna því fólki stöðuna þegar eru rauninni þeir sem eru að flytja fólki inn. Ljúkum þessu á einmitt þessu, sko. Hvað heldur að Efling þurfum við að loka mörgum veitingastöðu þannig að þú verður hægri maður? Ég hef náttúrulega bara vona að þessi fyrirtæki sem eru er að nota þessi svokölluðu verkalýðsfélög sem þetta virðing sem er ekkit annað en einhver svona skúffufélag á vegum veitingafyrirtækisins að það verði hægt vegna þess að við erum með ákveðin, við erum bara með lög og reglur í þessu landi og fyrirtæki verða að fylgja þessum ramma sem er á vinnumarka því að ef það er ekki gert þá verður upplaust. Þá geta fyrirtæki sagt, herru, við ætlum bara að mynda okkar eigið stéttarfélag og við ætlum að halda launum niðri og við ætlum bara að flytja meira erlendu verkafólki. Og þá raungerist þessi ótti sem þú ert að tala að Íslendingar verið minnihluta. Þannig að við verðum að hafa eitthvað ramma, við þurfum að hafa sterk verkalýðsfélög sem að tryggja réttindi verkafólks og mér líst bara mjög vel á þetta loksins ykkur með hreðjar í verkalýðshreyfingunni á Íslandi, mér finnst það geggjað. Ég veit að hægri menn tala oft þetta, þeir eru kannski ekki sammála Sólveigu Önnu, en þeir dástað baráttuþrekinn hennar, að hún þú veist, bara flestunum verkalýðsfélög hefur kannski sendt frá sér eitthvað bréf og ég ekki verið að þessu, getið þið please sagt og síðan bara ekkert gert, sko. En hún fer í kringluna með gjallarótt, þú veist, þetta er bara svona gamli skólinn, sko, ég fíla það. Það er allavega spennandi að fylgjast með þessu, sko. En við sjáum hvernig þetta fer. Ég ætla allavega að skrá mig í virðingu til að vera on brand. Ætlar þú að vinna á þeim launum bara í 5 ár? Ég veit það ekki. Heldur þú getið það? Ég var alveg til að sjá þessa veitingamenn bara, af hverju ef þeir eru svona hrifnir af þessu, af hverju bara taka þér ekki þessi laun bara og eru á þeim í 5 ár, þú veist. Já, kannski komum þeim bara skila bara málið. Já, það væri áhugavert. Félagi Trausti, takk aðeinslega fyrir að koma. Takk fyrir mig, sjáumst.